Núna ætlum við að fjalla konungsvaldið og einokunarsluna og einveldi. Einveldi hugtak sem kemur hérna nýtt alveg og einokun líka. Það eru margar ástæður fyrir að vald Danakonungs á Íslandi styrktist við upp á 17. aldar. Árið 1602 var komið á því sem kallar einokunarverslun, en þá máttu bara danskir kaupmenn versla á Íslendinga. Þannig að allir aðrir kaupmenn, þýskir og enskir þá voru reknir í burtu og bara þeir dönsku máttu stunda viðskipti á Íslandi. Þetta var náttúrulega mikla þýðingu fyrir bara efnahag í Danmörku og tryggði þeim svona aðeins meira vægi á Íslandi. Og svo var náttúrulega verið Danmörk einveldi árið 1661. Og árið seinna þá var haldinn Kópavogsfundurinn á Íslandi, þar sem Íslendingar samþykktu að Danakonungur væri einvaldur yfir Íslandi. Kópavogsfundurinn, sem var haldinn í lok júlí 1662, var haldinn af Bjelke, hirðstjóra, sem myndar hann við hliðina, og þessi fundur var stórglæsileg veisla sem var haldinn í þeim tilgangi að fá íslensku fulltrúana, sem fulltrúa íslensku landshlutanna, til þess að skrifa undir skjal sem lýsti Friðrik Danakonung einvald yfir Íslandi. En einveldi er svolítið merkilegt hugtak. Þetta þýðir einfaldlega að einn maður ræður öllu og þá skiptir engu máli í raun og veru hvað fólkinu finnst. Og þetta er venjulega bara einstaklingur, en hann stjórnar og er gjarnan með hóp af ráðgjöfum með sér, svona hálfgerða ríkisstjórn líka, sem að ráðleggur honum hvað hann er að gera. Og einvaldar voru oftast ævilangt í starfi og svo gekk krúnan í erfðir til elsta sonar. Og það var stór breyting sem varð í Danmörku með einveldinu að konungsdæmið var sagt erfðaríki en ekki kjörkonungur, sem þýðir að það var ekki lengur svona aðalsmenninir í Danmörku sem að kusu konung, heldur var bara fór hann í beina arf til næsta sonar. Menn trúðu því í raun og veru á þessum tíma að þetta væri besta stjórnarfari sem hægt væri að hafa, af því að það þyrfti að hafa sterkan leiðtoga sem að þegnarnir eða fólkið sýndu bara skilyrðislausa hlýðni og væri ekki að draga í efa. Og það væri ekki okkar mannanna að fara að reyna að breyta einhverju af því sem Guð væri búin að ákveða, þegar Guð væri mjög hrifinn af einveldinu. Einfæri töldu menn að einvaldurinn væri ekki ábyrgur gagnvart neinum nema Guði og sjálfum sér. En þetta mátti ekki samt verða eitthvað svona geðþótta stjórn konungs, heldur var þann að fara að lögum, en hann átti sjálfur að setja lögin. Og þetta var vinsælasta stjórnarformið í Evrópu á nýöld, á þessum tíma sem við fjallaðum, bara svipað og lýðræði í dag. Það fylgdi þessu svolítið sem það heitir kaupauki-stefna. En kaupauki-stefna gekk út á það að Evrópulöndin fóru samt að huga því hvernig þau getur haldið peningum inn í landinu og grætt meira. Og besta leiðin til að gera það var að takmarka innflutning og auka útflutning. Og þá gerðu þau það að þeir reyndu að vinna alla vöru sem mest heima og selja hana tilbúna út og kaupa helst bara hrávöru, óunna vöru. Og hugmyndin með þessu var að svona yrði ríkið sjálfstætt í efnahagsmálum og á allan hátt. Og þetta var bara gegnumgangandi stefna stóru Evrópu þjóðanna á þessum tíma. Þá komum við að einokun. Og hún er merkileg fyrir margar sækir. Árið 1602 var ákvað konungurinn að leiða dönskum kaupmönnum alla verslunarstaði. Og það voru kaupmenn í Kaupmannahöfn, Málmey og Helsingeri í upphafi. Og þarna var búið að koma einokunarverslunina á. Og þetta var í raun og veru nauðsynlegt fyrir okkur Íslendinga að gera þetta, af því að þarna var verið að tryggja að einhver myndi sigla til og frá landinu reglulega, því að Íslendingar höfðu ekki átt millilandaskip sem gátu siglt á millilanda frá því á þjóðveldisöld.
og vorum háð því að erlendir aðilar héldu uppi siglingum til landsins. Á seinni hluta 16. aldar voru konungur að selja ákveðnum kaupmönnum verslunarleyfi fyrir tilteknar hafnir. Þannig var konungurinn að leggja áherslu á að styrkja dönsku kaupmannastéttina og smá saman náðu danski kaupmenn öllum höfnum á Íslandi. Fyrst voru, eins og við sagði áðan, kaupmannahöfn Helsingeir og Málmey sem höfðu einkaleyfi á öllum íslensku verslunarstöðum. Þetta var frá 1602 til 1619. En gallinn við þetta var í raun og veru að þessir kaupmenn voru hálfgerðir leppar hansakaupmanna sem voru þýskir. Því var breytt árið 1620 og aðeins kaupmenn í Kaupmannahöfn fengu verslunina og stofnuðu Íslenska verslunarfélagið sem rakti það alla verslun á Íslandi og gerði það í 42 ár. Þeir misstu verslunina frá sér til árið 1662 til aðalútgerðarmanna, svo það heitir. Þar var til vísir að umdæma versluninni. Umdæma verslunin hefst svo 1683 og stendur til 1736. Þá var landinu skipt í 20 verslunar umdæmi. Þið sjáu þetta á kortinu, þessi 20 umdæmi. Við getum meðal annars séð að Eyrarbakki var langstærst og við hérna Selfossi tilheyrðum Eyrarbakka og hann náði hérna yfir risastóran hluta af landinu, bara nánast hálft suðurkjördæmi eins og við þekkjum þetta. Og hvert verslunarumdæmi hafði sínar hafnir og verslunarleyfin voru veitt þeim sem bauð hæst bara. Þetta var á uppboð og sá sem bauð mesta pening fékk höfnina. Þetta var kerfi sem virkaði þannig að kaupmennirnir gátu verslað við hvern sem var, en íslensku bændurnir máttu bara versla við sinn kaupmann. Og ef íslensku bóndi, segjum ykkur sem að bjó í Skálholti, sem að tilheyrði Eyrarbakka, ef hann fór og verslaði við kaupmannin í Hafnarfirði, þá gat hann átt von á mjög harðri refsingu, því hann mátti ekki versla utan síns umdæmis. Kaupmaðurinn í Hafnarfirði hins vegar fengi enga refsingu. Eitt af því góða við umdæmaverslunina var að kaupmennirnir voru skyldugir til þess að versla af okkur Íslendingum vöru sem þeir í raun og veru þurfti ekki, og ennfremur var bara einn ákveðin taxti, sem er bara eitt verð, sem var ákveðið af konungi eða ráðgjafum hans, sem tryggði það að við vorum að fá vöruna nokkuð ódýrara. Á móti kemur, til þess að vega upp á móti svona tapi kaupmannanna, þá gátu þeir keypt íslenska fiskinn og skreiðina langt undir eðlilegu markaðsverði og þeir græddu þannig líka. Þannig að þetta voru plúsar og mínusar fyrir að báða aðila. Umdæmaverslunin á endanum stóð ekki undir sér og þá tók við það sem er kallað konungsverslunin. Hún var rekin af danska ríkinu í nafni konungs og embættismenn hans á Íslandi sáu alfarið verslunina. Hérna sjáum við svo svona þægilega útskýringamynd á þessum þrejum mismunandi einokona verslunum. Þarna efst sjáum við félagsverslunina eins og hún var til að mynda í upphafi þegar kaupmenn í Kaupmannahöfn og sáum hana. Það var bara þetta eitt danska félag sem sá allar hafnir og alla verslun. Svo umdæmaverslunin þar sem að hver dansku kaupmaður fekk yfirráð yfir 1 til 2 verslunarstöðum, gat boðið í verslunarstaði og verslað þar og var skyldugur til þess að sigla þangað árlega. Svo konungsverslunin sem er svolítið svipuð og félagsverslunin, þarna er einn aðili í Danmörku, þá kóngurinn eða ríkið, sem sá alla verslun á Íslandi.